Ég heiti Pétur Heiðarsson, ég búinn að vera í TSM síðan ADSM 3.7 sem kom núna, það var í kringum 2000 og 2001 sem að fara út útgáfar. Ég búinn að vinna með í Tivoli núna nánast eingöngu síðan þá. Ég líka amatör fólkwrestler og þegar ég ekki í TSM þá ég yfirleitt að fanga einhverja sveita karlmenn í Evrópu. Það ekki gay meðan að þið horfist ekki í augu. Það bara, þá var þetta ekki gay. En hérna Nígería veit ég hvort þið vitið það, Nígería eitt af 20 fyrirtækjum sem að vinna með TSM Development í því að þróa og taka stefnu með prototyp. Þannig að við vinnum mjög náið með IBM í þeirra vöru. Þetta smá bara svona disclaimer, segir að ég geti við eitthvað haft villsir í mér og það sé engin ábyrgð tekin á einhverju. En ég ætla aðeins að byrja svona high level, ég fer svona mjög high level og niður í detaila, það mjög misjant. Hérna það var gerð rannsókn í háskólanum í Los Angeles fyrir 2 ára síðan. Það var doktorsnemi sem heitir Martin Hilbert sem gaf út skýrslu sem reiknaði heildarstorage á í heiminum. Og þetta meðal annars skýrslan sem vitnaði í Pétur í fyrirlestunum sínum fyrst að heildar storageið í heiminum 2,7 zettabyte. Það sem mér svo sem ekkert, það ekkert merkilegt sem við þessa skýrslu nema það sem gefur mest á óvart að aðeins 8,9% af datanum sem út í heiminum accessible á netinu eða centralized accessed. Allt annað bara eyjur í einhverjum minnislyklum eða heimilistölvum eða ferðavélum eða eitthvað fleira. Þannig að það 10% sem accessible á netinu. Ég held að vera miklu meira. Ég ætla aðeins að segja ykkur svona, það sem ég ætla að tala basically, ég ætla að fara í Flashcopy Manager og ég ætla að segja ykkur frá því hvaða möguleikar Flashcopy Manager hefur upp á að bjóða og í block-level áritun. Þetta var þetta sem Greg talaði í TSM fyrir VI og ég mun bara halda áfram í þeirri umræðu og kannski skýra svona aðeins meira út, kannski bæði high level og low level hvaða nýjungar sem að koma í framtíðinni í block level áritun. En þið náttúrulega þekkið að afritun var yfirleitt bara gerð svona að það var tekið yfir LANið frá einhverju servum yfir á TSM eða afritunarþjóni sem afrituð. Og þetta var þessi hefðbundna afritunaraðferð sem var gerð í kringum 1980 til 85 til 95 eitthvað svoleiðis. Þá kom TSM 92 með þennan Incremental Forever, því að við getum bara tekið Incremental megin. Síðan kom SAN afritun sem þegar full afritun fór að vera vandamál, sérstaklega í applicationum og fleira. Þá var SANið sem kom svona í kringum aldamótin 2000, kannski aðeins fyrr, þá byrjaði þetta að koma og fljótlega eftir það þá kom Flashcopy sem svona fyrsta svona hardware block level áritunin sem kom. Hún búin að vera til mjög lengi, hún byrjaði Advanced Copy Services og ég held að hún hafi verið komið 2002 fyrst. Hún var mjög dýr þá og það var mjög fáir sem bara Enterprise eða 14500 fyrirtæki sem tóku það. En núna í dag þetta orðið miklu algengara. Og hver þessi tækni sem kemur hún hefur svona nýja eiginleika og það var held ég Karl Marx, ég ekki kommunisti samt, en hann sagði að when the train of history hits a curve, the intellectuals fall off. Það heldur sér nokkuð, hvers skipti sem kemur einhver svona ný tækni, þá þurfið þið sem tæknimennir að læra nýjan hugsunarhátt. Þetta allt öðruvísi nálgun á afritun heldur en þessi hérna. Þannig við þurfum svona aðeins að fara á teikniborðið aftur.
Og ef við skoðum rauninni þau pródúkt sem eru í TSM-inum, þá hefur við náttúrulega hér TSM í application leveli, það það TTP fyrir mail, það höfum við Exchange og Domino, TTP fyrir databases, SQL, Oracle, DB2, Infomix og fleira. Og síðan hérna svona hálfgerður sérveitingur TTP fyrir SharePoint sem rauninni OEM-að frá öðru fyrirtæki, en það hefur samt sitt brandname hérna innan portfólíónu í TSM. Og síðan þessu kallum ingest afritun sem hérna afritun þar sem þið setja bara clientinn, þessi gammaldags file level afritun. Það inni bara backup, archive, hefðbundni clientinn sem á Windows, Linux eða í hvaða kerfi sem það Og síðan eru þessi nýju software block level afritun sem dæmi Fastback, TSM backup archive clientinn á image og Tivoli Data Protection fyrir VE. Það kannski segja ykkur, ég svo mikið að segja ykkur leyndarmál, en þessi hérna client, hann að verða sami eins og hérna. Þetta verður, þessi hérna hluti, Fastback hlutin, hann verður image hlutin í BA clientin. Þannig að hérna, við séum að það sennilega aðeins lengra í framtíðin heldur núna kannski næstu mánuðum, en þetta verður þetta er direksjoni sem IBM að fara með Fastback. Þannig þið munið geta bæði tekið file level client með þeim sama clientum hérna megin, munið geta tekið hérna file level og þannig það möguleika sem Fastback við höfum fóð að bjóða. Og ef við skoðum á síðan bara stóra myndina, þá höfum við vorum bara að tala hérna recovery management, það náttúrulega archive líka sem við höfum hugsað út í, HSM sem sérkapitali, síðan erum við með Advanced Copy Services sem ég sagði hérna áðan sem þá hardware afritunin og í þessu öllu saman hefur síðan Content Management sem DB2 product. Það sem flestir ykkar hafa sennilega, margir ykkar hafa sennilega tekið eftir þessu nafni hérna, Flash Copy Manager á einhverjum klientum sem hafa verið að nota, hvort sem var TTP fyrir Exchange eða eitthvað. Það sem breyttist núna fyrir í byrjun þessa árs var það, eða enda síðasta árs, var það að þessi produkt sem þið sjáu hérna, þau hættu öll að vera til. Þetta var náttúrulega ekki til reyndar, en þetta hér, öll þessi produkt hér eru sameiginlegt eitt produkt sem heitir Flash Copy Manager. Þannig að þegar ég að held áfram að segja ykkur frá nýjungum í Flash Copy Manager, þá ég ekki endilega að tala eitthvað sem einskorðað við hardware afritun. Þetta getur verið, þá á ég líka að tala Tivoli Data Protection fyrir SQL, Tivoli Data Protection fyrir Exchange eða hvort sem það á hardware leveli fyrir hérna Unix eða eitthvað svoleiðis. Þannig að, bara svo vitið að Flash Copy Manager samheiti yfir mörg produkt. Og það verður ekkert í framtíðin eitt sem heitir Tivoli Data Protection fyrir Exchange eða Tivoli Data Protection fyrir SQL eða eitthvað svoleiðis. Já, þau eru hætt. Það bara Flash Copy Manager í dag. En þú getur eins og fengið sér útgáfu af Flash Copy Manager sem bara fyrir SQL. Nei, það sér-roboti. Já. Annað varðandi þetta að hérna, Flash Copy Manager, hann þarf ekki TSM, umhverfi. Þetta eiga, hann getur keyrt sig algjörlega sjálfur. Þannig að þið þurfið ekki vera með TSM umhverfinu eitthvað til þess að geta nota Flash Copy Manager. Og ástæðan fyrir því að hann þarf ekki TSM vegna þess að þið náttúrulega getið snapshotað í hardveri án þess að TSM komið þá nokkuð nálægt. Það að leiðandi, en því ef þið ætla að taka eitthvað afrit inn í TSM augljóslega, þá hérna þurfið þið að nota TSM-in í það. Hér síðan sama mynd og Greg var með áðan. Ég ætla svo sem ekkert að hérna segja ykkur meira hérna frá þessu support-stuðningi sem hérna, en ég ætla að basically það sem að Flash Copy Manager gerir afritun á þessu produktu sem ég var að segja ykkur frá áðan. Hann tekur, þetta snapshot-based afritun, hvort sem að það hérna based á
WFSS snapshotum eða hardware snapshotum, þau geta verið bæði. Það ennþá stuðningur í bæði TTP eða Flash Copy Manager fyrir SQL og Flash Copy Manager fyrir Exchange, ennþá stuðningur fyrir legacy afritun sem þessi hefðbundna afritun sem þið ættið að þekkja úr bara TSM heiminum, en hún mun fara. Þessi legacy afritun á leiðin út. Hún sennilega fer fyrst í Exchange, hún farin í Exchange, ég get ekki tekið legacy afritun þar, en hún mun fara líka í SQL, fer sennilega ekki 2012, en hún fer sennilega næstu útgáfa eftir það. Þannig að það allt farið yfir í Snapshot. Þau pródukti sem ég geti notað til þess að gera þetta annars vegar SOC, XIV, Storwize, Shark og síðan DS 3400 eða hvaða pródukti sem svo lengi sem að með WFSS stuðning. Það svolítið svona, það smá caveat í sambandi við það það snapshot við afritun en það ekki snapshot í restore. Þannig að þið fáið afritunarhraðan með snapshotunum en þið getið ekki restorað svona hratt ef þið ekki með þessi product frá IBM. Og þetta eitt af því sem að Greg sagði að það var að koma native support við NetApp. Það eitt af því sem að koma meira, að það munu koma fleiri, það mun koma stuðningur við EMC einhvern tímann sem að mun gefa þennan möguleika að geta tekið snapshot og svo framvegis. En það byrjar í NetApp núna í nóvember. Þið getið notað þetta ég veit að það sem að hardware leveli hafa með flestir verið að nota snapshot fyrir cloning á production umhverfi yfir í test umhverfi og þá til dæmis tekið kannski production umhverfið klónað yfir á test og þá síðan getur viðhaldið í á hverjum degi fyrir development alltaf up-to-date umhverfi. Í staðinn það sem menn að gera í dag, flestir bara að afrita production umhverfi sitt og restore og síðan production umhverfi sitt yfir á test umhverfi og ef þetta mjög stór production umhverfi þá getur það tekið kannski sólarhring eða eitthvað slíkt og það einfaldlega þá kannski gögnin og gömul fyrir development. Ætla ég að fara yfir þá nýjungar sem komi í Flash Copy Manager sem kemur í nóvember. Ég búinn að spyrja bara hverjir með Flash Copy Manager uppsettan eða notar núna? Enginn? Einn? Þið náttúrulega að nota Flash Copy Manager með SQL eða Exchange, þannig að þið ættu allan að vera búin að sjá hann. Í VMware konar nýjungar þannig að það instant restore á FMS data story. Það concurrent attach fyrir af sama afritinu og ég fer aðeins í detail, aðeins meira í detail í þessi tvö atriði og síðan getur við backup og restore að VM frá með RDM diska. Þetta líka nýjung sem kemur í TTP for V, Greg kom ekki inn á það áðan. Enhancement fyrir Flash Copy Manager fyrir Unix, það getur snapshotað frá Metro og Global Mirror. FIPS compliant sem öryggisstaðall sem vottaður, hann kemur í nóvember og síðan kemur stuðningur NSARS og NetApp storage. Í Windows integrated backup fyrir NTFS, aukinn stuðningur NTFS til þess að taka ef þið með einhvers konar third party application sem ekki stuðningur við whatever, þið getur verið með MySQL eða eitthvað svoleiðis sem þarf að gera eitthvað QSA eða eitthvað svoleiðis áður en tækir snapshot af vélinni þá það komið með þessum síðan þetta hér sem heitir just in time snapshot, það svolítið asnalegt að skýrir ekkert hvað þetta atriði en þetta þýðir það að það kom upp ákveðið vandamál við Flash Copy Manager. Þannig ef þú varst kannski að flashcopya rosalega mikið af gögnum og sem voru mörglun og þau voru þið getur oft á dag þá fyllti það mount point sinn í
stýrikerfinu. Og þessi hérna enhancement kemur þannig að þau eru bara að touchuð þegar það hefur fyrir að nota þau. Síðan kemur Denali support, eða hann heitir vist SQL 2012 núna, og aukinn stuðningur við Exchange 2010 dagumhverfi. Ég skýri hans betur út hvað það þýðir. Það er náttúrulega stuðningur við dag í dag, en það er ákveðin takmörkun á honum sem er löguð innan þessari útgáfu. Ef þið eigið Storwize þá megið hérna nota þetta produkt, það er basically. Síðan er, concurrent attach. Þetta er sem sagt þegar ef þið eruð að restóra af, segjum í flaskoppi þar sem þið takið flaskoppi af einhverju ákveðnu launi sem inniheldur kannski 50 virtualvélar. Þá getið þið flaskoppi eða yfir á annað hérna snapshot og áður var bara hægt að toucha eina virtualvél til þess að restóra úr í hérna 3 einum. Í 3 2 þá munið þið geta að touchað eins mörgum við viljið úr snapshotinu. Síðan er hérna RDM disk sem það er þannig að þetta er sérst raw device mapping í VMware. Það eru margir sem nota þetta. Ég rekna með að séu margir hérna líka sem að nota raw device mapping. Það þýðir þannig að ef þið eru með það er mjög algengt að menn séu kannski með Exchange þjón eða SQL þjón og hann er inn í VMware, en það er bara stýrikerfishlutin á honum sem er í VMware. Gagnagrunnurinn og eitthvað sem slíkt er raw device map LUN sem er hérna að toucha beint inn í virtualvélina. Þá er engin leið fyrir, það var engin bæði fyrir TSM fyrir VA og fyrir Flask Manager var engin leið fyrir TSM að afrita stýrikerfisdiskin. Það er ekki hægt að afrita raw device mapi, en það var heldur ekki að afrita stýrikerfið. Það sem er búið að lyfta í þessari hérna er það að nú getið tekið stýrikerfið eða sem er oftast stýrikerfið eða þau LUN sem eru ekki raw device mappuð á þessari virtualvél. Skiljið? Yes. Þetta þýðir náttúrulega ekki það að þið getið afritað raw device mappuð drif. Þið þurfa áfram að vera með ingest client til þess að afrita það þannig, en þá getið þess að fengi flaskoppi í möguleikana með því að ef það verður hrun, þá getið þið instant restórað stýrikerfisdisknum og síðan getið þið þá væntanlega hafið einhvers konar application inn á þeirri vél, síðan getið þá síðan instant restórað eða restórað eða að toucha bara lunni eða er lægi á hinni vélni, þessari vél sem er að restóra í. Síðan er hérna SFC Metro eða Global Mirror. Þetta er bara Unix. Það er þannig að hérna, ef þið eru með nýtt ykkur Metro eða Global Mirror á einhvers konar grunni, segjum að þið verður með Oracle eða SAP eða eitthvað slúið síðan sem eru með í production umhverfinu ykkar, þið haldið síðan hérna Mirror á secondary sæti, þá getið þið í staðinn fyrir að áður fyrir var þannig að þið tóku þá flaskoppi af production-umhverfinu ykkar, þið getið þá núna tekið flaskoppi af secondary sætinu og það er valið sem production site restore. Það er hérna eina af þessum, og þá þannig að þá kemur henni, verður aldrei nein snerting í production-umhverfinu. SQL 2012 stuðningur. Þar eru náttúrulega, hann er ekki til staðar í dag. Er einhver sem er komin í SQL 2012 í dag? Engin. Ég fengið eina spurningu, ekki þessu sal, en ég fengið eina spurningu það að menn voru komin út í 2012. Menn hafa ekki verið mjög nýjungakjarnir í gagnagrunnum, en hann kemur í nóvember stuðningu við 2012 og hann inniheldur alla þessa fítusa sem í SQL 2012, sem eru þessir always on SQL failover cluster stuff sem að ég tristi mér ekki til að fara út í til þess að þekkja nákvæmlega, en það komið svona dag fítusar inn í Exchange, SQL sem hérna í 2012. Talsvert betri að mér skilast þetta en dagtæknin í Exchange. Exchange dag support, þar í dag það er stuðningur við 2010 og líka í dagumhverfi.
Það eitt limitation á því, það að við getið ekki fylgt eftir passíva grunninn. Þegar þið takið afrit öðru hvoru megin á nóðinni, þá verðið að taka þeim megin. Því að leiðu þið farið hinum megin á nóðuna, sem að Swissi síðan gerir grunninn passívan sem var áður aktífur, þá kemur nýtt afrit inn í TSM-in. Og þið getið þá farið hinum megin, en þá kemur líka nýtt afrit og það kemur þá annað fælspilsnafn. Þannig að þið eru svona milli steinsleiki, það verður að vera svolítið svona fast umhverfi í dag til þess að þið með ekki vera að breyta mikið í því til þess að þið sé ekki að hrúa upp alls konar versjónum í TSM. Það er búið að laga þetta. Núna komnir leiðinni svo að þið verður þá með client að báða megin og þeir keyra báðir schedule, en þeir bara þar sem þeir checka bara á því þegar schedule byrjar, hvort hann sé aktífur eða passífur, og síðan segir þið bara rófið sem þið viljið hvort þið viljið taka production site eða ekki, og ef þið takið, væntanlega sem flestir gera sem viljið taka inaktífa sætið, þá tekur hann bara afritið þeim megin. Þetta voru svona nýjungar sem var í block level, í Flask Manager. Ég ætla aðeins að fara aftur svona í high level á með block level áritun, en hvernig hún í grunninn. Hérna erum við með einhvers konar disk sem bara með einhverjum blokkum á, og við ætlum að afrita hann yfir á annan disk. Þá eru diskarnir þá eru blokkirnar færðar hérna yfir á, þetta myndi vera einhvers konar diska storage sem við myndum geima gögnin á með öllum gögnunum, og ef það þyrfti síðan að restóra þá kæmu gögnin nákvæmlega eins niður. Þannig að þetta ekki eins og file level áritun þar sem við tökum gögnin og setjum bara hérna, og síðan fara blokkirna bara einhvern veginn aftur niður. Hérna erum við bara viðhalda bara blokkstruktúrinu á disknum sjálfum. Við vitum ekkert hvað á þessum diski. Þetta bara einhver blokk hérna og hún bara sett aftur sama stað. Ef við síðan myndum taka incremental, þá segjum að myndi síðan bara kemur eitthvað application sem myndi skrifa diskinn, setja það á þessa blokk hér. Þá í incremental afritun, þá þurftum við ekki að afrita allar þessar blokkir upp á nýtt, heldur bara þessa einu, og þá setjum við hana upp, þá uppfærist bara afritin sem til og þessi eina blokk sem gömul færist í svona sem til gamalt eintak. Ef við þurfum síðan að restóra þessu, þá það sama eins og áðan. Þá getum við endurbyggt algjörlega kerfið blokk fyrir blokk, og ef við þurfum eldri útgáfu, þá kerfið byggt hérna, og síðan að því að það kom ný blokk hérna megin, þá sækjum við þessa eina blokk sem hana, og síðan röðum við restin upp, og þá erum við kerfið eins og leit út daginn á undan. Það ekkert intelligence á þessu. Þetta bara að skoða einhverja blokkir, og það veit ekkert hvað þarna uppi. Því alveg sama hvað uppi. Það eru kostir og gallar sem fylgja því. Og ef við skoðum instant restore, það ef við horfum á eins og Greg kom inn á áðan, þá instant restore, við erum ekkert að brjóta einhver eðlisfræðilögmál með því að þú getur restorað einhver á 90 sekúndum. Það ekkert hægt að flytja 10 terabæt á 10 sekúndum eða 90 sekúndum, alveg sama hversu hver segir það við þig. Þú getur ekki restorað einhver humongous database á 90 sekúndum. Það sem gerist að það að settur ákveðin layer milli, sem hvort sem hann á hardware leveli eða í software leveli, eins og gert í fyrir TSM fyrir Fastback gerir, settur sérstakur svona driver, og hann segir bara við stýrikerfið, þegar gögnin eru komin, og þá heldur stýrikerfið að það sé komið með allt saman. Það ekkert komið neitt. Og þá bara, þegar kemur það IO read hérna, þá það framkvæmt hérna niður. Og það svolítið misjafnt hvort það sé í TSM eða ef þetta innan hardwares, þá það miklu hraðar, þá readin framkvæmt hér, en ef það í TSM í Fastback-tæknin, þá
engin read framkvæmt hérna, heldur koma read-köllin hérna inn, en þau queuast þá upp hérna. Þannig að það er fyrsta sem er restorað eru þá blokkina sem er verið að biðja að lesa hérna megin. Þannig að fyrsta skeiðið, ef þú myndir svona gott dæmi þetta væri, ef þið myndið hérna, þetta var exchange-þjónn, það myndir hrynja og þið myndið instant restorunum með hérna software instant restore í TSM, þá þið getið kveikt á hérna exchange-inum strax og þið getið að senda og hérna taka mútið post, en hann myndi vera mjög hægur, sennilega svona fyrstu 15, 20, 30 mínútur. Og hérna, það verður vegna þess að það væri ná í allar blokkirnar sem þarf til þess að geta bara verið á flugi. Síðan eftir að hann var komið með það, þá þið komið bara í fully functional rekstur. Og því ætti ekki að finna fyrir neinu, því þá verður allar heitu blokkirnar komið yfir og þá verður bara í bakgrundinu eitthvað svona transfer á blokkum sem eru einhver gamall póstur sem enginn les nema endrum eins. Og hérna það sem markaðurinn að fara, og þegar markaðurinn að fara þá svo sem ég skrifa nefnilega, ég þarf að skrifa undir trúnaðarauglýsingar þegar ég fikk engin svona hérna prógram með IBM, þannig ég má ekki vitna í hver heimildarmiðlarinn en það er svo sem ætti ekki að koma inn óvart. En þetta er það sem markaðurinn að fara og það er þannig að við munum taka afrit á blokkleveli, hvort sem það er VMware með software blokkleveli eða hardware blokkleveli. Það verður allt saman framkvæmt hérna og síðan getum við framkvæmt restore hér niðri, við getum framkvæmt restore á vélunum sjálfum, þetta dæmi hérna er úr VMware, á vélunum sjálfum eða jafnvel í application leveli. Og við erum ekki komin alveg þangað núna, eða IBM eða vendurarnir ekki komnir allavega þangað með þetta, en það við erum að sjá það núna sennilega næstu 12 mánuðum og það munir vera að byrja að koma að þið getur treyst því að þegar að þú tekur afrit hérna niðri þá getur restorað líka gagnagrunninum og öllu því sem að því fylgir, alveg eins og væri meðurinn agent hérna inni. Þannig að þú þarft engan agenta hérna og það er allt saman framkvæmt hérna niðri. Þetta er ekki alveg svona fallegt eins og það hljómar. Þið þyrftuð í sumum tilvikum þyrftuð smá svona footprint agent sem að myndi vera settur hérna inn. Hvort sem að það er ekki búið að leysa alveg teknilega útfærslu, það gæti verið í formi VMware tools eða einhvers konar smá agent sem að myndi þá bara discovera hvaða sem er á vélinni og hann myndi þá sjá að QSA og trunketalokkum og gera það sem það er að gera hérna meginn þegar afritinu tekin. Og hérna basically, þetta er eina glæna síðan á íslensku. Þetta er hérna kostir og gallar block level afritunar. Hérna við skoðum file legacy afritun. Kostirnir við file legacy afritun auðvitað að við erum með meiri þekkingu á gögnunum. Við vitum hvað við erum að afrita. Við getum geymt sérstök objekt lengur sem er sniðugt, sérstaklega ef þið eru með file server þá getið þið sagt ég vil bara Office skjöl séu geymt forever en mér er alveg saman program files eða einhver sameigna-drif eða eitthvað. Þið getið þá sagt, en það er ekki hægt að gera þetta með block level. Og þið getið endurheimt object inn á diskinn beint. Það er ekki hægt þið getið ekki farið og sagt, ég tapaði þarna einhverju skrá, ég þarf að restora henni. Þið getið þá ekki farið í image levelið og restorað henni og sett hana beint inn á, það er ekki hægt að gera þetta í block level. Þannig að allt eða ekkert. Það er eins og þetta komið workaround á þetta, sem ég segi ykkur frá þetta. Block level, kostinni við block level gallinni við legacy-afritun það er ekki möguleiki á instant restore. Sem er mjög mikill galli. Þá þurfum við að flytja gögnin alltaf physically þegar við erum að restora og það þarf sérstaklega klienta á þessi kerfi með hvort sem það er í Linux, Unix, Oracle, SQL eða whatever. Þið þurfa að vera með eitthvað sem að getur skilið ákveðan og hvað hann er að afrita. Block level, þá þurfum við oftast enga eða mjög litla klienta.
þið getið restorað instant með hérna block level og hann hefur oft miklu minni eða mjög lítil áhrif á reksturinn. Gallinn við block level er að hann þekkir gögnin ekki neitt, hann veit ekkert hvaða blokk hann tekur. Hann tekur blokk sem breytist í dag, hvort sem það er pagefile eða eitthvað mikilvægt skjal frá forstjóranum, það er alveg jafn mikilvægt það er alveg jafn óþekkjanlegt fyrir block level-náriðunni og það er ekki möguleik að geyma sérstök, þar lendir ekki möguleik að geyma sérstök object lengur en önnur. Og hérna er eiginlega stærsta atriðið sem er svolítið, þetta kemur svolítið upp á deduplication. Það er rosalega viðkvæmt fyrir öllu defragi og reorgi og svo framvegis. Þannig að því að það veit ekki hvað er á disknum, það eru bara einhverjar blokkir hérna og ef þið keyrið einhvers konar defrag, ég var að raða til eða þið eru ekki að rebuilda indexa og hérna ganggrunni, þá eru hérna allum blokkunum staflað upp á nýtt og fyrir blokkleifurnarðuna er þá all nýja tablan ný, þó sem hún sé 99% sama tablan. Þar leiðandi hérna er það stundum ekki gott að hérna vera með blokkleifurnarðun. Því hún er ekki content aware. Hérna því að þetta er henni bara svona framtíðar spá. Ég veit að hérna Mark Twain sagði, og þú ert ekki að spá framtíðina, að hann sagði líka hérna, hann hélt dagbók alltaf og skrifaði svona hvað gerist hjá honum daginn og síðan einn daginn þá sagði hann í dag sá ég ljótustu konu sem ég séð á ævinni. Síðan hérna daginn eftir þá skrifaði hann í dag hitti ég systur konuna sem ég hitti í gær, ég dreg allar fyrri yfirlýsingar tilbaka. Þannig að ég ætla svona, ég sörfa það að ég geti þurft að draga þessar yfirlýsingar tilbaka en með stefnun í dag þá sjáum við þetta er blokklegur, þetta er file eða ingest eða svona legacy type afritun er að hún mun smá saman fjara undan þetta hér er hvort sem þetta hérna er Flash Coffee Manager, þetta hérna er VMware eða whatever. Flutningurinn frá file-afritun yfir í blokk-afritun er komin vel á veg og við erum svona cirka hérna núna og það, ég myndi segja að við erum sem að sennilega koma aðeins meira heldur en hérna því það eru mjög margir þeir sem eru allir sem fara inn í einhvers konar refreshment á TSM-umhverfinu sínum, þeir fara allir yfir í mjög stóran hluta eða svona cirka 50% strax yfir í blokklegur-afritun. Hérna er bara smá aðeins meiri framtíðina. Það verður diskar, þeir munu verða primary restore point, þeir munu ekki vera terminal eða varanlegur miðill. Data duplication verður mjög allsráðandi en það verður ekki á teipi og hérna, ég setti þetta hérna inn bara út af því og það er náttúrulega bara, þetta hérna er henni performance á teip eftir því sem að skráin stækkar, ég sjá þetta kannski, hérna er 1K, hérna er 10 gig, eftir því sem skráin stækkar þeim betra performance verður á teipinu og það er bara mjög gott hérna í mjög stórum skrám. En það eru komin mjög litla skrár og hérna eitt chunkur í deduplicated umhverfi fer svolítið eftir svona chunkstærðinni en þeir eru yfirleitt í kringu 256K og þá erum við að tala hér og performance hér er nánast ekkert. En það er þá allan að, það er fínt hérna á disknum því að það er ekkert gott við hvernig það er hérna stórum en það er samt, seek-timein er svo miklu betri að þar leiðandi mun tape aldrei koma með deduplication því að hérna, það vill enginn fara að restora gagnagrunni sem er með 1.256.000 skrám fragmentaðum út allt. Því verður margar aldir að restora svoleiðis grunni. Þannig að þar leiðandi verður aldrei dedub á tape. Hún er aldrei koma. Ef einhver gerir það, þá er hann að framkvæma sjálfsmorð. Tape, það mun áfram vera, það er ekkert að deyja neitt slíkt, það mun áfram vera á hérna sem primary storage, sem primary archive storage fyrir langtíma geymslu. Það er ennþá ódýrara að geyma gögn sem þið þurfa að geyma 7-8 ár, setja á tape, frekar en að láta það vera diskum sem að snúa endalaust. Já, og síðan þetta er henni síðasta glæran.
Ég sagði þessu sögu í fyrra, mér finnst hún góð, ég segja hann aftur. En þegar ég las bók í fyrra, sannlega 18 mánuði síðan, og las ég bók sem heitir Then Now. Hún kom út árið 1893 og hún það var Chicago World Fair sem var ráðstefna, það var ekki ráðstefna, það var bara hátíð í Chicago. Við vorum að fagna 400 ára afmæli Columbusar, þegar Columbus discoveryði Ameríku. Síðan þá áttu við okkur, það voru reyndar Íslendingar sem fundu Ameríku, en það menn vissi ekki betur á þessum tíma. Og þá var skrifuð þessi bók sem heitir Then Now, sem pínlítil. Og það var tekið 50 virtustu vísindamenn heimsins, eða voru Bandaríkjanna sem voru teknir, og spurði hvernig haldið þið árið 2000 verði. Og þeir, flestir af þeim komu með spár og sögðu að það verður hægt að ferðast á lest milli Chicago og New York á 80 km hraða. Og þetta var og þeir sögðu að það væri hægt að fara upp í 120 km hraða, en það verður sennilega ekki hollt fyrir þig. Og þeir sögðu líka að það væri sennilega öll heimili með sitt eigið Morse-skeytakerfi. Og þetta voru svona viltustu draumarnir sem að þeir gat dottið hug tæknilega séð. En þegar kom hins vegar að human hlutanum, þá voru menn að spáði menn að það myndi ekki vera neinn stríð, það var engin skattur, að allir sjúkdómar það myndi vera búin að lækna allir sjúkdóma, og það myndi vera bara ein útópía að lifa árið 2000. Það sem er basically bara moral sögunar rauninni að það verður meiri tækni framfarir heldur þið getið ímyndað ykkur á næstu árum, en vandamálin, þau mun ekki fara. Það verður áfram, það mun ekki losna við, human hlutin verður áfram, það verður áfram vandamál. Tæknin bara gefur ykkur kleift að stjórna við gögnum, en við munum áfram vera með þau svipuð vandamálunum í dag. Og með því ætla ég að segja takk fyrir mig.